Vistkerfi, fæðukeðjur og vefir. Vistkerfi er svæði þar sem tengsl milli lífvera eru skoðuð. Vistkerfi getur verið lítið, til dæmis fiskabúr, og það getur verið stórt eins og eyja, stöðuvatn eða jafnvel haf. Þegar talað er vistkerfi þá er aðalatriðið að mörk þess séu skýr. Dýr og plöntur mynda líffélög í vistkerfum, samfélag dýra og plantna og saman eru þau lifandi hluti vistkerfisins. Aðrir þættir hafa einnig áhrif á vistkerfi, svo sem berg, hitastig og veður. Í vistkerfum er hægt að setja saman fæðukeðjur, til dæmis á bóndabæ borðar kindin grasið og maðurinn kindina, þá er fæðukeðjan gras, kind og maður. Maðurinn er rándýr og er oft efst í fæðukeðjunum. Það er hægt að búa til lengri og styttri fæðukeðjur, eins og sjá má á myndinni. Svo er líka hægt að setja fleiri greinar inn í fæðukeðjuna, þannig að hún verða eins konar vef, fæðuvef. Ef við hugsum okkur keðjuna hér á undan, þá borðar kýr líka gras og menn kýr, það erum við strax komið með lítinn fæðuvef. En eins og sjáum á myndinni, þá er hægt að búa til alls konar fæðuvefi. Það er mikilvægt að geta séð þessi tengsl innan vistkerfis. Ef til dæmis eitthvað klikkar í vistkerfi, þá er hægt að sjá hvaða áhrif það hefur á vistkerfið ef það hefur verið rannsakað vel og tengsl milli lífveranna kortlögð. Það þarf ekki mikið til þess að raska jafnvægi í vistkerfi. Ný tegund tekin í burt eða svæðinu breytt, til dæmis vegna mannavalda, eru dæmi eitthvað sem getur raskað jafnvægi í vistkerfi. Litlir hlutir geta undið upp á sig fljótt og orðið að stórum vandamálum. Samkeppni milli lífvera veldur aðlögun, annaðhvort aðlögar þú þig, sérhæfir þig eða deyrð út. Ef margir eru gróðurinn við jörðina, hvers vegna ekki að sérhæfa sig í gróðri langt frá jörðu, eins og gíraffar gera?